Komið heil og sæl. Við heilsum ykkur héðan frá Eskifirði. En í dag eru liðin 230 ár frá því að bærinn hlaut kaupstaðarréttindi og af því tilefni verður þáttur kvöldsins allur helgaður honum. Við ræðum við leikstjóra og stuttmyndarinnar Faith sem var tekin upp hér á dögunum. Þetta eru margar litlar sögur sem eru samanþættar í eina. Tökum stöðuna á framkvæmdum við nýtt uppsjávarfrystihús Eskju. Þetta er orðið hátækni vinnustaður. Þetta er ekki frystihús eins og kannski margir munu eftir. Heimsækjum gleðigjafan og listakonuna Kötu. Og ég finn alveg hérna í lóanum þegar ég er þarvorðið að fá leirinn. En við hefjum leikinn hér í Sjóminjasafni Austurlands þar sem við fáum að fræðast nokkra hluti sem að tengjast sögu Eskifjarðar. Sjóminjasafn Austurlands hýsir marga merka gripi og byggðasögu Eskifjarðar. Það stendur í miðjum kaupstaðnum í húsi sem kallast Gamla búð og er eitt af elstu húsum Austurlands. Félag eldri borgara hefur umsjón með safninu á sumrin og þar skipta menn með sér verkum þannig að 2 og 2 eru saman á vakt í hverri viku til að segja gestum frá. Þegar okkur bar að garði voru þeir Þorsteinn Guðmundsson og Sigtryggur Hreggviðsson á vakt. Við fengum Sigtrygg, sem er uppalega eskfirðingur, til að sýna okkur nokkra af hans uppáhaldsgripum á safninu. Fremst í safninu stendur fyrsti rafmagnsvagn sem fluttur var til landsins. Heimildirnar eru þær að hann er merktur 1912 en rafstöðin hérna hún er byggð 1911, fyrsta almenningsveit á Íslandi og það leiðir nú svona á sjálfu sér að þetta hlýtur að vera frá henni komið. Það vantar reyndar í hann 2 perur, þetta voru 3 perur og þetta var notað til þess að hita upp herbergi þegar því var að skipta. Nú þetta er nú svona það sem er hérna í þessu rými, það er nú fleira sem við getum skoðað hér á stuttum tíma og við getum hugsað okkur að fara hérna inn og skoða það sem er tilheyrir veiðarfæragerðinni. Það er nú heldur betur að skipti máli að skoða útgerðarsögu Eskifjarðar. Já, ef maður getur nú rakið útgerðarsöguna, hún er nú skrautleg og löng en við getum gripið hérna ofan í einhverja þætti. Hérna myndi ég vilja sýna ykkur líkan af Jóni Kjartanssyni, þeim fyrsta sem kemur hingað. Hann er smíðaður 1956 í Danmörku. Var mikið happafley og reyndar upphaf að stór útgerð hér hjá Eskju. Nú það er hér annað líkan sem er smíðað af Eskfirðingi, Geir Holm. Það er seinni Jón Kjartansson og hér er hann sýndur undir fullri hleðslu. Það við sjáum ekki hvað þetta er vel gert, en ég má til með að sýna ykkur allan skrokkinn. Þetta er glæsilegasta skip. Nefndur Geir Holm er einn af hvatamönnum bak við safnið. Hann safnaði fjölda gripa og kom þeim fyrir en smíða líka líkun á bátum umhverfi Eskifjarðar. Á efri hæðinni er eftirmynd hans af Eskifirði eins og staðurinn leit út árið 1923. Nú, hér hefur nú margt breyst eins og gefur að skilja. Til dæmis húsaþyrpingin sem við erum hérna í núna. Það reyndar ekki þyrping lengur en hérna voru 4 hús og eftir stendur Gamla búð sem er byggð 1816, hún er 200 ára á þessu ári. En það sjá nú allir sem skoða líkanið að þetta er óvanlega mikið af bryggjum, margir smábáta útvegsmenn og allir höfðu sína bryggju og höfðu sitt sjóhús og nú er þetta að mestu horfið Nokkrar eru eftir. Já, hérna er til dæmis gamli barnaskólinn, hann stendur nú ennþá á sínum stað og það er nú verið að nota hann til annarra hluta núna. Veraldarvinir eru þar með sitt aðsetur og svo þegar við komum hérna í útbæinn, þar þekki ég mig nú talsveit mikið betur. Hérna er eitt af þessum fallegu húsum, Figgvishúsið, sem heitir í dag Hátún og alltaf kallað Presshúsið. Sóknarpresturinn bjóð þarna til hér árum áður. Þetta er byggt af Figgvit. Hérna er eitt merkt hús, Randúlsjóhús. Nú er það í fullu starfi sem veitingahús og svolítið sérstakt. Og það er búið að byggja upp bryggjuna og laga húsið á öllu leyti og það er gaman að koma þarna og sjá þessa breytingu sem orðið hefur á þeirri starfsemi. Fleiri sögur leynast á loftinu. Þar gefur til dæmis að sjá fótstíðin tannlæknastól og eigu Baldurs Óla Jónssonar sem var fyrsti tannsmiðurinn á Austurlandi. Þetta er borinn og hér er stóllinn og ef annar ykkar býður sig fram þá er ég tilbúin að bora.
Til þess að gera það þá þarf ég að stíga hann og það þarf að vera góður taktur til þess að rökkva ekki af glerungnum. Hér er mynd af Baldri Óla, mikill heiðursmaður, skemmtilegur náungi. Og hér eru tækin sem hann notaði við sína iðju. Settist þú eitthvað tímann í stólinn? Já, ég gerði það. Það var ekki hættulegt þá. En þetta er í notkun það lengi að elstu menn hér, þeir hafa flestir eitthvað af þessu að segja. Og hver var þín upplifun að vera í stólnum? Ég held að ég man það nú ekki, ég hugsa að maður hafi nú, kvíðinn hafi verið það mikill áður að maður hafi nú gleymt sér. Inn í horni eru síðan rokkur úr hvalbeini og honum fylgir ástarsaga. Þetta er venjulegur spunarokkur og hann er smíðaður á Svínaskála af manni sem heitir Árni Pétursson, var þar vinnumaður og hann sagt var að stíga í vanginn við vinnukonu og gaf henni rokkinn. Hefur nú væntanlega ætlast til einhvers í staðinn en þeirra leiðir skildu nú. En málið er líka það að þessi rokkur er rendur úr hvalbeini og þetta hérna er rennibekkurinn. Hann myndi nú teljast í grófara lagi í dag og hann er fótstíginn. Það er gríðilega mikið verkmenn, hann er rosa fínn. Þetta er fínn rokkur, falleg smíði á þessu, þó ég hef nú kannski ekki mikið vit á smíðum, þá sé ég það að þetta er fallegt og vel unnið. Þetta er unnið eins og ég sagði á hvalbeini og það hefur þurft verulega handlægni til þess að koma þessu til skila. Hérna á þessum vegg, og þetta tilheyrir hákarla úthaldi sem var stundar hérna aðalega frá Seley. Og þetta er svolítið sérstakur hlutur og hann sést nú ekki á hverjum degi. Þetta er kálfsmagi, kálfsbelgur. Þetta er fleginn kálfur og tappað í götin og svo var þetta blásið upp og hafði þessu tjara til þess að þétta þetta betur. Það var hér fyrir nokkrum árum, það komu hér útlendingar og þar með voru Skotar og þeir þekktu þetta en þá hafði verið notaðir hundar hjá þeim. En við notuðum kálfana. Og þetta er notað til að? Þetta er notað til þess að geta dregið línuna upp og finna hvar línan hefur legið. Og þetta liggur niður í það sem að krókarnir eru svo hengdir á og þetta er það sem að heldur línunni niður í fastri. Fæst hefur í aukan að Austurland verði fyrir valinu sem tökustaður fyrir bæði bíómyndir og þáttaraðir en stuttmyndin Feið eða Örlög var einmitt tekin upp á Eskifjörð á dögunum. Leikstjóri myndarinnar er Elsa Björnsdóttir en hún á ætti sínar að rekja til Stöðvarfjarðar. Elsa er heyrnarlaus og því fór viðtalið fram með aðstoð táknmálstúlk sem staddur var í Reykjavík. En hvað fjallar stuttmyndin? Það er kannski svolítið auðvelt að segja frá því af því að ég get ekki sagt beint frá því hvernig sögutráðurinn en ég get sagt að þetta eru margar litlar sögur sem eru samanþættar í eina. Já, koma saman í eina mynd. En af hverju Eskifjörður? Ég er alin upp á Austurlandi og bæði foreldrar mínir og ættina mínar eiga rætur sem að rekja hingað. Þannig að, já, mér er langað bara að ég búa þessa mynd til hérna á Austfjörðunum og ég þurfti bara að finna rétt á húsið og ég fann það hérna á Eskifjörðunum. Þannig að það var bara tilvalið að taka myndinu upp hér. Elsa er ekki eina heyrnarlausa manneskjan sem að myndinni kemur á einn eða annan hátt. En hvaða leikar að taka þátt? Steinunn Ólína, til dæmis. Davíð Þór. Erling Jóhannesson er í myndinni. Svo er danskur leikari sem er heyrnarlaus. Hann kom frá Danmörku til að vera með okkur. Og svo eru tveir litlir strákar líka sem eru leika í myndinni og svo náttúrulega fleiri leikana einnig. Og hvernig hefur gengið? Bara frábærlega, bara vonum framar. Það hefur bara gengið allt mjög vel og ég er mjög spennt að sjá hvernig niðurstaðan verður. Ég hef gert þetta nokkur sinnum áður, leikstýrt nokkur sinnum, já. Bæði innan leikhúsins og svona í bíói sem hefur verið sýnt. Aðspurð segir Elsa Austurlandið eiga sérstakan stað í hjarta sér. Já, það má eiginlega segja það. Ég hef alltaf verið komið hérna á sumrin sérstaklega. Það var ég alltaf auðvitað var skóli fyrir heyrnarlausa í Reykjavík, þannig ég þurfti að fara þangað í skóla, en hjarta mitt hefur alltaf verið hérna á Austurlandinu.
ykkur önnur verkefni í bígerð? Markmiðið var náttúrulega fyrst að við bara ná að klára þetta verkefni og svo náttúrulega þarf að klára að sækja styrki og fleira því það þarf að hljóðvinna þetta og myndvinna þetta og svona ýmislegt sem er framöndan í tengslum við þetta verkefni. Svo kemur bara í ljós hvað framtíðin byrja skauta sér. En ég er sjálf lærð leikkona, þannig að ég er sjálf að fara að leika í bíómynd sem byrja bara í næstu viku. Þannig að þá hef ég stökur á henni, þannig að það er nóg að gera. Þar sem keyptirinn á Eskifjörð verið að reisa nýtt uppsjávarfrystihús Esku. Mikið gengur á því byrjað var í lok apríl og forsvarsmenn Esku hafa lýst því yfir að húsið er pröfu hér á síldarvertíðinni og það verður klárt fyrir loðnuvertíðinni byrjun næsta árs. Út af þessu mikla hraði byrja að setja upp tækið leið og húsið sjálft rís. Það er mikill þrýstingur á að byrja að frysta í húsinu sem fyrst þá er ekki annað að ræða heldur en að nánast að starta öllum framkvæmdum leið og það hægt er. Það er allir að vinna á sama tíma í húsinu. Bæði vélauppflutningamenn og iðnaðarmenn við húsið sjálft. Þannig að við reisum stálgrindina núna yfir vélasali. Í dag starfa við 60 manns við bygginguna en þeir verða yfir 100 þegar mest lætur í september. Húsið er því farið að taka sér verulega mynd og við röltum svæð með byggingarstjórunum. Við sjáum í stálgrindina það bakvið steypuverkið og stálgrindina á eftir að koma hérna fram og yfir og alveg yfir steypuveggina hérna. Og svo sjást þarna á bakvið er vélbúnaður sem við byrjaði að setja upp. Fristarnir eru allir fullu uppsettir og það eru 12 fristar, plötufristar sem eru og þetta eru til dæmis svona hjartað í frystihúsi. Þetta eru fristipressur og ammoníumskútar. Hérna er semst vélasalurinn fyrir frystibúnaðinn allan og í fyrsta áfanga hérna eru að tala um 27.000 rúmmetra ammoníaki, 27.000 lítra af ammoníaki. Það er í fyrsta áfanga. Og það eru 12 fristar og svo er möguleiki á að bæta við fleirum þegar menn fara í stækkun. Pálmi, hvað horfum við á hér? Hér erum við að horfa á hreinsivirki. Það verður hérna og það sem að frávitan og frá húsinu verður hreinsuð og þetta eru þarna koma líka úrkast frá vinnsluvélunum og flökunarvélum og frákastið og það er flokkað hérna frá í mjög fullkomnum hreinsibúnaði og er síðan dælt upp í fiskimjölsverksmiðjuna og þannig að þessi búnaður, hreinsibúnaður hérna er mjög fullkominn og á að skila síðan mjög hreinu fráveituvatni til sjávar. Vel sést yfir svæðið þegar komið upp á aðra hæð hússins því það er enn opið í allar áttir. Skipið, það kemur að landa, það kemur að liggja som oljeskipið ligger hérna og það kemur svo pumpa svo fisken upp í þetta kar og svo verður það vekta, svo kemur það aftur í bufferkari hérna og så verður það kost ut i flokkaren og så enten hvis det skal i fløkenavvelar så får det tesseveien og skal det helfristas så kommer det tesseveien. Og da det kommer i henka så kommer fisken upp her så i midten hérna og her blir det så vektakervi og så får det vekta og under tessen það eru pågavelar og fra pågavelarna så kommer det i plast och så upp och så yver i fristarna. Och så kommer det in fisk och blir frist i 3,5 klocktimmar. Så kommer det ut efter. Så att det kommer ut så kommer det ut i mitten fristarna och ut yver i packelavällarna och så blir det så sorterat efter parvo av pågavel. Och när det kommer i packelavällarna så blir det kommer då brettene här nere i hänga där som jag sätter upp nåna lyfter här ner och folket hade kommit att brettet så för det i en plastvecklare och så vill det plasta och så kommer det in i frystekläder så tar det för ut så vill det utskripa i hatten nåna. Agnar kom til starfa hjá Esku í apríl en hann hefur áður starfið sambærileg frystihús í Færeyjum. Hún líst vel á uppbygginguna á Eskifirði. Þetta er 3 hús að vera með á þessum sinnes og þetta er mjög flottast að layoutið alltaf ég.
Hversu mikil breyting þetta fyrir Eskju að fara í þetta hús? Þetta allmikið, alltså det här mjölvinnsla hérna och skipinni och rognarframleiðslu och för detta huset kommer så det med allt. Så þetta stóru möguleiki fyrir Eskju. Þú hefur starfað svona hús í Færeyjum eða hvað? Já, både í Suðurey og í Fuglafirði. Okay. Þú ert reynsluboltinn í framkvæmdinni? Já, það kann man segja, já. Húsið verður 7000 fermetra að stærð og afkasta getur þess 700 til 900 tonn á sólarhring í frystingu. Kostnaður við framkvæmdan hleypur á milljörðum króna. Það stendur á eyri sem byggð þau veru upp með efni og nýju Norðfjarðargöngunum. Til verður mikil athafnalóð fyrir útgerð og til eru teikningar af frekari uppbyggingu. Með lóðinni byggist upp athafnasvæði Eskju því bræðsla stendur hliðina og þangað verður afgangsefni og frystihúsinu dælt til frekari vinnslu. Svo eru jafnvel fyrirhugað seinna meir eru framkvæmdir í tengslum við höfnina sem að koma seinna meir og það er hérna sunnan við húsið sem að er þá möguleikar á stærri stækkun á höfninni og fyrir stærri skip, flutningarskip og slíkt og svo þess utan er þá frystikrímsla sem er þá fyrirhuguð hérna sunnan við. En það hefur ekki verið tekin ákvörðun þessa framkvæmdir ennþá. En þessi lóð, hún veitir töluverða möguleika? Lóðin og allt svæðið hérna, þetta iðnaðarsvæði, já, það gerir það. Þetta náttúrulega hefði ekkert verið hægt í raun og veru í þessum svona stærðarkvarða á þess að þetta umframefni úr göngunum hefur komið til. Þessi lóð býr raun og veru til athafnasvæði fyrir fyrirtæki eins og Eskju. VFE er aðalverktaki bygging hússins sjálfs, en Skaginn 3X, Frost og Rafeyri leggja til mest af vélbúnaðinum. Það verður mjög vel tækjum búið. Þetta er orðið hátækni vinnustaður, þetta er ekki frystihús eins og kannski margir munu eftir einhver tíman. Þetta er orðið hátækni vinnustaður með hátækni störfum og svona sem dæmi má nefna að mannsöndin kemur eiginlega ekkert að því að fiskinum sjálfum eða að því að flikjan, þetta fer allt sjálfvirkt beint inn í frystigeymsluna. Það sem er fyrst þar sem að tekur lyftari við og staflar. Ég held að þetta hafi nú alltaf verið í mér frá því að maður var að hnoða drullukökur sem krakki mig á stægilega gaman að vera í svona leirdrullu og búa til kökur og fíkur og svoleiðis. Listakonan Katrín Guðmundsdóttir hefur rekið vegstæðu Kötu á Eskifirði árabil þar sem hún vinnur og selur fallega muni úr leir og glera. Hún lærði glerlistinn í Danmörku og hefur síðan þá verið með vinnuaðstöðu víðsvegar bæinn en er nú flutt með allt saman í kjallarann heima. Ég fór út í lýðháskóla og alltaf langað til þess frá því ég fór í Engelholm skúli í Danmörk. Ég taldi mig vera með svaka góða dönsku og var búin að segja krökkunum mínum að ég geti hjálpað með dönskuna en ég get ekki hjálpað með enskuna því ég kunni ekkert í ensku. Því að maður kannski ekki segja en kennarinn var eiginlega aldrei í standi til að kenna okkur ensku og við biðum alltaf þar til hann sofnaði brúta og fórum svo út. En við vorum með rosalega góðan dönskukennara á Ísafirði og hann var strangur og við bara urðum að tala dönsk. Svo auðvitað hélt ég að þetta væri allt hann inni ennþá og fer út einn, bara að núti hann á skóla ákveðinn og þá er ég bara, ég er komin yfir 50 þegar þetta er búin að alveg börnum mín og segja hvað ég væri góð í dönsku. Og þegar ég kem svo út og við erum að skráka inn, þá bara skildi ég ekki orð og ég bara, guð minn almáttugur, hvað er ég að gera hér? Kata lét ekki deigan síga, heldur kláraði námið, kom heim og opnaði verkstæðið. Það að vinna með leir, er það ekki bara, einhvers konar heilu? Jú, það er bara, og maður þarf bara, ég þarf að hafa hann. Og ég finn alveg hérna í lóanum þegar ég þarf orðið að fá leirinn. Og það er komið núna alveg bara hóla hérna í því að hann verður að fara, ég verð að komast í leir. Hvað er þetta? Þetta er auðvitað náttúran. Þetta er bara náttúran þarna. Þú ert með hana í höndunum og
og svo það að þú getur skapað, þú getur meira móta þetta eins og þú vilt, heldur en glerið, þú verður að vera búin að gera eitthvað mót fyrir glerið og svo bráðna það bara niður í. En þarna getur þú setið og þú getur gert, þú fær miklu meira af þér inn í leir. Áttu einhvern uppáhaldslut sem þú hefur gert? Eitthvað sem þið þykir vænna heldur en aðra? Í þessu? Já, ég held að það sé nú bara ég. Út í glugganum. Ég var í námskeiði í skúlptúr hjá Ingibjörgu Clemens, leiðlistakonu. Og ég var ein utan að landi og við áttum að gera eitthvað skúlptúr og ég þurfti að gera þetta þá bara ein heima og ég ákvað að gera bara mig. En svo var þetta heldur þungt og mikið en svo eigandi bara að ég fekk svo leyfi til að taka bara mynd af þessu og koma með suður myndina af því sem ég gerði. Og það sniðuðasta við þessa styttu að hún meira sér skemmt líka vinstra mjöðminn, að skemmtist í brennslunni, þá skemmtist og kom svona rifa á mjöðminna á saman stað og að mér. Svo þetta bara ég. Kata óþrjótandi uppspretta sköpunar og stundum koma hugmyndir til hennar í draumi. Ég vakna stundum á nóttinni með hugmynd. Og hvað gerir þá? Að skrifa hana niður. Ég alltaf með bók við hliðina á mér eða blað svona stóra A4. Ég alveg sem að það einhver sem með mér, sem að segja mér til. Því að þegar ég stundum, nú ég hættus. Þetta vonlaust. Ég bara hættus, ég fyrir að gera eitthvað annað. Fyrir bara að prjóna og eitthvað svoleiðis. En Stjáni vill það nú ekki því að hann sést ekki búa með þá. Því að ég verði ómögulega ekki með þessu sköpun. Og þá yfirleitt, ef ég orðin dálítið svartsýn, þá fæ ég alltaf eitthvað sem neypir í mig og segir mér, eða þá hringt, getur gert þetta eða hitt. Þannig eins og, ég láti vita, ég á ekki að hætta. Það alveg á hreinu. En ekki svolítið sérstakt að vita verkum sínum í fjölmörgum húsum, víðsvegar landið? Mér finnst þetta alltaf skrítið og eins þegar maður lítur kannski upp í glugga hjá fólki og vá, þetta lampi frá mér? Eða skeifa eftir Stjána út í glugga. Að þetta svakalega skemmtilegt. Ég til dæmis geri matastell og ég alveg viss að allavega annarkur fáskursurðingur á matastell eftir mig. Pottþétt, ef ekki allir. Og Norðfirðingar, þeir eiga líka og gefa barnabörnunum líka og börnum. Og ef maður heyrir fólk tala að já, ég og þetta eftir þig eða eitthvað svoleiðis og ég mun ekki kannski hver en það var, já, það var hann. Þetta gefur mér svakalega mikið. Hún smá, hér á brá, horfið á súi kná, allir þrá að sjá þegar hún tekur rúmbuna.
done